Við erum stödd hérna á Vamos, glænýjum skemmtistað og kaffihúsi á Akureyri sem nýlega opnaði við Ráðhústorgið. Það ekki bara nafnið sem suðrænt við þennan stað, heldur ýmislegt sem boðið hérna upp á nokkuð framandi. Kaffið hérna til dæmis svo sjóðheitt að það kælt niður með íspinna. Já, þessi kaffidrykkur heitir Affogato og þetta rauninni bara ítalskur desert í rauninni og þetta bara eitt skot á espresso og þarna svo já, við settum okkur útgáfu bara að setja svona litla eldflaugar, svona íspinna. Þetta örugglega besta spotti í bænum hérna, sólin alltaf hérna frá morgni til kvölds og þarna hér í þétt setið og sérstaklega þegar sólin kemur. Og við ætlum bara að byggja ofan á það að þarna gera útisvæðið okkar betra og fólk geti setið hérna og slaka á í sólinni. Vamos fjölskyldufyrirtæki og staðurinn rekinn af Halldóri, bróður hans Árna Elliot og eiginkonum þeirra bræðra, þeim Maríu Kristínu og Chloe Ófelíu. Þegar okkur bara garði fyrir hádegi var Árni rétt búinn að ræsa kaffivélina en staðurinn hefur verið afar vel sóttur síðan hann opnaði. Greinlegt að fólk kann að meta suðrænar áherslur sem Árni og eiginkona hans komu með sér eftir áralanga búsetu í Portúgal. Þá nafn staðarins, Vamos, líka portúgalskt, en það þýðir áfram eða komum. Já, okkur langaði í rauninni bara að gera eitthvað aðeins öðruvísi og eitthvað nýtt sko. Og stundum vantar sólinga í bæinn og ég vona að þessi staður geti komið í veg fyrir það þegar sólarleysi sko. Að þá getur orðan að sest inn og það allan svona suðrænn blær og þarna góði tónar og skemmtileg stemming. Þegar það ekki sól þá getur allan sest inn og svona dottið í kannski smá sólargír sko. Húsnæði Vamos við Ráðhústorgið vel þekkt meðal margra akureyringa en þar var áður rekinn skemmtistaðurinn Amor til fjölda ára. Það var náttúrulega góður út af fyrir sig og meiri kannski klúbbur, opinn til 4 á nóttinni og svona. Við opnum 11 á morgnana og þarna já og lokum svo svona við erum ekkert að loka allt of seint. Og það er svona til þess að einmitt það sé kannski hægt að opna þetta sem kaffihús á daginn. En það samt stuðið á kvöldin og oft þétt pakkaður salur, þannig að já, þetta kannski ekki alveg beint næturklúbbur en fólk alveg að dilla sér hérna og hafa gaman. Það var rosa stuðina seinasta laugardag. Okkur leið smá vel þegar við opnum staðinn í byrjun COVID að þá þurfti fólk að mæta fyrr og fara heim fyrr og það skapaðist góð stemning þá og okkur langar svona dálítið að halda því að byrja snemma og kannski hætta snemma. Þrátt fyrir að Vamos hafi aðrar áherslur en forveri sinn, þá helst þó eitt óbreytt á staðnum, málverkið í loftinu. Það var mikið deilt það í byrjun, hvað ættum að gera. En svo bara held ég að samviskan hafi aðeins tekið fyrir og hann heitir Birgir sem að mála þetta fyrir held ég 20 árum og heyrði í hann hefur verið 340 klukktíma að mála verkið á stillans liggjandi á bakinu. Þannig að já, við hafa tekið símtal af hann og spurt þarna hvort það mætti mála yfir þetta og hann sagði bara nei. Þannig að við eiginlega þegar staðurinn var orðinn svona, hvað ég segja, svona eftir breytingu þá eiginlega fjall málverkið bara frekar vel inn í, fannst okkur og ákveðum bara að halda því. Og það bara eru mjög margir líka ánægðir með það að við höfum haldið þessu málverki. Og við erum ánægðir með það í dag, þó við höfum kannski fyrst ætlað að breyta ykkur. Það ekki hægt að kveðja Vamos án þess að kíkja aðeins á barinn, en þeir bræður eru fljótir að mæla með þjóðardrykk Brasilíumanna sem gerður úr sérinnfluttu rommi. Þið verðið að smakka Caipirinha. Það er svona signature drykkurinn okkar. Það er romm, 2-valda rommi, sykur, læm og sódavatn. Og fer mikið vinja, það er að krossa læmið og blanda sykurinn saman og svona. Og hann sumir finnst hann dálítið svona sterkur í byrjun, en svo þegar þú vinnur á hann, þá verður hann bara betri og betri. Þannig að það var allavega flestir fílaðan sem hafa komið inn. Þannig að smakkið Caipirinha þegar þið kíkið á Vamos.